Rúnar, takk fyrir að leiða mér að rölta hérna með þér. Þú varst að klára 8. Já. Eitthvað segir mér að þú hefði nú einhvern tíma að vilja sjá þetta pút detta niður fyrir fuglunum eða ekki? Jú, maður Náður ekkert að lesa hvernig sá sem var á undan þér? Veistu, ég hefði sett þetta pút niður, held ég. Já, það? Já, það er alltaf hægt að vera vitur eftir það, sko. Alltaf hægt að vera vitur eftir það. Já, ég hélt að vera með den. Hvernig fer dagurinn á stað? Hvernig gengur so far? Það er bara ljómandi, sko. Frábært veður og... Já, ekki alveg, það er eiginlega ekkert hægt að biðja neitt meira. Nei, og völlurinn það bara ekki geður. Völlurinn í frábæru standi. En segðu mér, hvort finnst þér betra að spila eins og í dag, með sól, eða eins og á fyrsta deginum? Það var alveg dúnarlogn, sólin ekkert að trufla. Var það kannski bara betra, eða tekur sólin allan daginn? Sko, ef það væri aðeins fleiri gráður en núna, þá er rosa gott þegar það er bara svona lágskýjað og algjört logn. Já. Þetta er bæði bara frábært, sko. Ég meina, það er örlítið meiri vindur núna en fyrsta daginn, en ekki til þess að kvart yfir. Ég meina, það er búið að vera rok þannlega bæði í gær og í fyrradag sem var bara krefjandi, en nú bara frábært, sko. Einmitt. Og eins og þið öll eruð einhvern veginn, hvað, það þýðir ekkert að spyrja það á hvað skorið eftir dag? Jú, ég er eins og í 3 undir í dag, en það er nóg eftir. Það er, eins og nú oft talað það byrjar ekki fyrir ná seinni 9. Já, þær eru erfiðari. Þær getur verið krefjandi. Ég meina, ef þú slæðir góð gólhögg, þá kemur þér í færi, en fyrir 9 eru klárlega hólurnar til þess að sækja auðveldi fuglanum. Þú varst 3 undir í dag, menn þú varst óheppinn, þú hefðir alveg getað bætt 4. fuglum við, þannig að þetta ekki bara Jú, það er nú bara í skífunum bara, þetta ekki ánægði bara. Jú, en það er þannig í öllum hringum, saman hvað svirðu spilar, það er alltaf að finna ykkur sem hefði getað. Ok, og hvernig nálgastu 9. núna þá? Það er bara... Ég sé að driverinn... Það er bara driver og... Já. Hitta braut og sjá svo til. Já, það er svolítið. Spjalla við eftir, driver, gangið vel. Rúnar, ég var að mynda þig, þannig ég sá ekki drifið en þeir rossuðu. Það bara... Já, það leit út fyrir að bara enda á brautinni, sko. Það var svona... Ég fekk svona hvatningur frá konunni í gær en mér fannst ég óþarflega oft fara út til hægri. Þannig ég var svona staðraðin í að committa, bara vera einbyttur á því að setja góða sveifla á þetta og koma nú á braut. Þannig ég held að það hefði tekist. Og hefur frúin það mikið vit á gólfinu? Hún getur verið að leiðbeina þér eitthvað eða? Hún þekkir mig og veit hvenær ég á að gera betur og hvenær ég gera eitthvað gott, þannig maður hlustar alveg á hana. Í hvað klúbb ertu? Ég er hérna í Keili. Þú ert í Keili, heimamaður? Já. Og það er náttúrulega fróðilegt að spyrja eins og nú tala ég við Úlfar Jónsson. Já. Hann segir það er bara ein braut í dag eins og þegar hann var að byrja. Þannig að þessi völlur náttúrulega hefur tekið miklum breytingum eða ekki? Jó, það er á bara sama við mig, sko. Ég meina, jú, Hraunið var náttúrulega komið þegar ég byrja en Hvalirinn var, það er bara 8-9 hólur síðan ég byrjaði hérna þannig ég er sjálfur búinn að ganga gegnum allar þessar breytingar og fylgjast með þeim og... Já. Þannig að þetta vera á heimall eins og minna, nú er Logi í fyrra í leirunni. En þú veist, heimavöllurinn er ekki eitthvað að nýtast ykkur eins mikið kannski eins og, þú veist, mörgum því hann er búinn að taka svo miklu breytingum, það ekki? Já, ég meina kannski sagan segir hvað Íslandsmótið U3 farið fram hérna og það eru sem 6 titlar, 3 karla og 3 kvenna og það eru 4 sem hafa farið til Keilis. Auðvitað hefur Keilis svona verið, þeir hafa búið til góða kylfinga, það er engin launum góð hérna. Og núna er Axel í toppnum, Daniel er þarna nálægt, þannig við erum með 2 í toppbaráttunni, kalla með 1. En svona hvernig hefur þér gengið? Hvaða markmið settur þau fyrir mótið? Ég hefði viljað spila aðeins betur en ég er búinn að gera. Já. Svo ég sé nú alveg hreinskilinn. En maður vill það svona alltaf, maður bara... Já, það er ekki allir kylfingar sem maður geta alltaf talað með. Jú, en maður var sjálfur að spila á kannski aðeins hærra level en maður er að gera í dag og nú er maður bara komið 2 börn og ekki eins mikið tími til þess að æfa. Nei. En hugurinn vill oft meira en líkamann. Það er oft þannig, eða ekki? Jú. En auðvitað bara
forréttindin eða ekki að geta tekið þátt í Íslandsmóti og spila alla 4 dagana eða ekki? Það er ekki bara frábært? Jú, sko, ef maður fyrir einhvern Pólíunni leik að spila á besta velli landsins allan í hvað var ásíkomulag og þá er þetta frábært en golfumættir eru betra. Golfumættir eru betra. Herðu, ég hef fulla trú að ég sé Lucky Charm með þið núna og ég horfi upp á flott birdie. Sjáum til. Hljóma vel. Gangi vel. Takk. Rúnar, hvernig er tilfinningin eftir þennan skolla? Lítur það sem tappað högg eða hvað? Já, auðvitað, tappað högg sko, bara lélegt annað högg og þarna. Já, annað ekki, hvað klikkar í öðru? Alltaf stuttur? Já, skilfa eða hvað? Nei, bara aðeins ítt honum út og hann lendir þarna nánast inn á flöt en rúlar niður. Já. Bara, ekki gott högg. Og eins og er ekki alltaf talað um það, ef þú ætlar eitthvað að fara að dvelja við þetta, þá getur ekki alveg eins bara að pakka saman og fara heim strax það? Jú, það er 9 holur eftir og þó svo að seinni 9 séu svona erfiðir hólurnar, þá er gott við alveg hægt að ná okkur höggum þar. Já, en svona fyrirfram fyrir daginn, hefðir ekki bara tekið sáttur 2 undir eftir fyrir 9? Jú. Þú hefur tekið það. En, já, undir pari, alltaf undir pari. Undir pari, alltaf undir pari, en mikill vill meira, segir einhvers staðar, hefði ekki? Jú, maður segir það. Þú ert búin að spila vel, þannig að þú hefðir alveg eins getað verið á, -4, jafnvel. Já, það er alltaf þannig. Já. Maður vill alltaf meira. Þannig að hvert er þá brauðhöfarið seinni? Bara njóta, kannski? Njóta og slá góð gólhaug. Það er ekki bara. Já, það er ekkert annað í boði. Heyrðu, ég er sprunginn á því. Takk fyrir gott spjall og gangið vel. Ekki málið. Takk fyrir svoleiðis.